Hjá Almenna lífeyrissjóðnum er engin sölu- eða upphafskostnaður greiddur. Hjá lífeyristryggingafélögum hins vegar er kostnaðurinn svolítið mismunandi. Dæmi um kostnað við samningsgerð er 2,5% af greiddum iðgjöldum sem hljómar ekki hátt. En á löngum samningstíma verður fjárhæðin veruleg. Skoðum 2 dæmi þar sem sjóðfélagi greiðir 7% af skylduiðgjaldi í lífeyristryggingu. Fyrra dæmið er tvítuga manneskju með 500.000 króna launatekjur á mánuði sem gerir samning til 67 ára aldurs. Þá verða heildargreiðslur tæpar 20 milljónir og kostnaður við samningsgerð 495.000 krónur. Kostnaðurinn er yfirleitt innheimtur fyrirfram sem þýðir að tvítugi einstaklingurinn greiðir í raun eingöngu kostnað í 14 mánuði. Tökum annað dæmi 30 hjón með samtals 1,2 milljónir í laun á mánuði sem gera samning til 67 ára aldurs. Heildargreiðslur þeirra verða 37 milljónir og kostnaður þeirra við samningsgerð samtals 930.000 krónur. Fyrstu 11 mánuði samningstímans greiða hjónin því eingöngu kostnað. Þetta voru bara 2 dæmi byggð á raunverulegum samningum, skilmálum og lykilupplýsingablöðum erlendu tryggingafélagana og sýna að kostnaðurinn er verulegur og skiptir máli. Það er þitt að meta hvort þér finnst þetta vera mikill eða lítill kostnaður. Í lykilupplýsingablöðum erlendu félagana kemur fram að kostnaðurinn sé innifalinn. Það þýðir einfaldlega að kostnaðurinn er dreginn frá iðgjöldum en ekki greiddur sérstaklega. Afleiðing þessa er að fólk gerir sér ekki alltaf grein fyrir því hvað það er að greiða í kostnað.